Heil og sæl. Þetta þátturinn milli himins og jarðar og það fer vel á því að í þeim þætti sé einmitt talað dauðan, af því að þetta heitir milli himins og jarðar. Ég sérlega áhugamanneskja allt sem tengist dauðanum og ég veit þetta hljóma frekar svona einhvern veginn illa, bara já, þetta kannski ekki mjög líflegt áhugamál. Ég hins vegar á því að við þurfum að geta rætt dauðan á eðlilegan hátt, því að það eitthvað eitt sem öruggt að gerist í þessu lífi, þá það að við deyjum. Og það það sem við eigum öll sameiginlegt og enginn undan þeim örlögum. Og það líka svo mikilvægt að tala dauðan til þess að afmá leyndina sem veldur svo miklum ótta. Og ég hef fengið til mín viðmælanda í dag til þess að ræða dauðan og til þess að ræða val fólks við lífslok. Það að segja val fólks gagnvart útför og bara öllu sem tengist andlátinu. Og vertu velkomin til þess að ræða þetta líflega umræðuefni viðfangsefni Þóru Dögg Jónsdóttir, djákni, og segðu mér hvað þú starfar við fyrir utan að vera djákni. Já, ég starfa sem framkvæmdastjóri eldri borgararáðs hjá Reykjavíkurprófastsdæmunum báðum. Við þurfum að texta þetta, nei. Já, þetta mjög, þetta tungubrjótur. Já, tungubrjótur langur titill, já. Akkurat. Og þess vegna náttúrulega, vegna þessa starfs, að þá auðvitað náttúrulega dauðinn sístætt viðfangsefni. Akkurat. Og þess vegna kemur þú að útgáfu þessa bækling sem ég held hérna á í höndum, val mitt við lífslok, sem bara nýkomin út. Það segja mér frá tilurð hans. Já, það skal ég gera. Forsaga þessa bæklings í rauninni dálítið mín persónulega saga. Það var þannig að tengdaforeldrar mínu þau féllu bæði frá langt aldur fram og þegar að tengdapabbi var farin og kom að okkur að ganga frá þegar tengdamamma var farin og ganga frá þegar tengdapabbi dó, að þá mér til mikillar skelfingar komumst við að því að við vissum afskaplega lítið og í rauninni kjánalega lítið með að vera komin á þó þennan aldur fyrir 10-12 árum síðan og og við rauninni eins og þegar komað valinu á útfararstofunni og slíku þá vissum við óskaplega lítið. Við vorum reyndar stödd þarna á aðfangadag og það var mikið að gera og einn á vakt og það var bara bent svona þurfum við ekki svona og við sögðum bara jú, þurfum við ekki svona, jú, skilur við. Þannig að við vorum í rauninni létum í rauninni bara leið okkur áfram sem þægilegt, en við hefðum vilja vita betur. Ég hefði til dæmis vilja óska þess að ég hefði vita það að hann tengdapabbi hefði mátt fara í sínum náttfötum, með sína sæng og kotta, skilur við. Eða bara í sínum fötum að eigin vali. Það raunir að segja líka bara að þið vissir raunir ekki hvaða óskir þið gætuð komið með eða kröfur, skilur við. Nei, þið vissið ekki hvað þið ætti að biðja um. Nei. Og eins og í 95% fjölskyldna hafði þessi möguleiki að við deyjum aldrei verið ræddur. Nei, akkurat. Alveg eins og þú varst að byrja hérna á, sko. Já. Þannig að þegar ég svo sest á skólabekk í guðfræðideildinni, þá svona byrja ég aðeins að velta þessu fyrir mér og að námi loknu, þá fer ég að kynna mér hvað til af svona leiðbeinandi efni og ég skoða hjá útfararstofunum og ég fann hjá Seiðmennt og ég fann hjá Ásatrúarfélaginu sem eiga bara svona sína sér bæklinga. Svo ég byrja að sjóða saman, tíndi í rauninni saman það sem ég sá út víðan völl, það sem að mér fannst að þyrfti að vera í svona bæklingi. Þá var ég bara að hugsa sjálfa mig og svo kom bara að þeim tímapunkti að ég komst að því í samtali við presta og fleiri að það var afskaplega einkennilegt að Íslenska þjóðkirkjan ætti engan svona bækling. Og þá tók ég sem sagt mína forvinnu þar sem ég var búin að setja upp, færði það inn í ellimálanefnd þjóðkirkjunnar sem ég set líka í og við tókum þá upp þessa forvinnu mína og
og úr varð þessi bæklingur og það er alltaf gaman að segja frá því að það liggur alveg, það eru óhemju margar, hvað ég segja, skoðanir og allt mögulegt að bakvinna bækling vegna þess að mikið samtal sem liggur á bakvið þetta. Mjög mikið vegna þess að ég, af því ég á að fara á milli þessara 20 kirkna sem eru í prófastæmunum og gerði það samviskusamlega og fór með vinnuplaggið til þess að sýna eldri borgurum og ég bað þau aðstoð að lesa þetta yfir. Sem sagt bara með að við vorum í samverunni og koma með hugmyndir og það kom gríðarlega fín vinna út úr því. Mikil reynsla í þessum hóp. Þannig að megnið fór hér inn. Þannig að og ég er bara rosalega, sko, ég verið að segja það, ég er bara mjög hrifin af, ég er búin að skoða hann og ég spenntist einkennilega mikið upp við það að fara bara haka hérna við alls konar, hvernig ég myndi láta, ekki þar fyrir að ég er mjög lífsglöð og mér langar mjög mikið til þess að lifa lengur, en mér fannst þetta, sko, svo er það náttúrulega það þegar maður lifir og hrærist í kringum dauðan og maður er alltaf að leiðbeina öðru fólki og vera til staðar og hlusta og þjóna, að þá náttúrulega myndar maður sér ákveðna skoðanir fyrir sjálfa sig, hvernig maður myndi nú vilja hafa hlutina og hvernig maður myndi ekki vilja hafa hlutina og þess vegna fannst mér, sko, svo áhugavert að þegar ég fór að fletta þessu gegn þá hugsaði ég mitt, sko, út frá sjálfri mér bara núna þegar ég var að skoða þetta, það er eins og bara hér á fyrstu blaðsíðu bara verið að tala um lífslok þegar kemur að andlátinu. Upphafið, Já. Og sko hafi læknar greint mig deyjandi og ég er ekki fær að taka ákvarðanir sjálf eða sjálfur vegna andlegs eða líkamlegs ástands af völdum sjúkdómaslysa bið ég eftirfarandi meðferð við lífslok og þarna getur fólk sem að taka við. Eins og þetta, ég vil að alla meðferðir beinist að því að viðhalda lífi og starfsemi líffæra eins lengi og gagnir að miðað við aðstæður. Áhersla skal lögð á umönnun og vellíðan mína, þú getur hakað við þetta, eða ég vil ekki meðferðir til að lengja líf mitt, ég vil ekki endurlífgun, en ef endurlífgun hefur þegar hafist vil ég verið stöðvuð og svo framvegis. Og svo kemur ég treysti fjölskyldu minni til að taka rétta ákvörðun varðandi meðferð mína í samræmi við lækni. Og svo kemur ég vil fá að deyja heima eða er mögulegt, ég vil fá að deyja á sjúkrahúsi. Því það er ímist, nú er mikið talað að það er ákveðin hlutir sem stundum komast í tísku með þessi í kringum dauðan og svona að því það er svo mikið talað um þetta dóan heima eða dóan sjúkrahúsi að það halda allir vilja deyja heima, fyrst að það er möguleiki, en það er ekkit endilega. Og svo er ég vil ekki vera líffæragjafi, ég vil vera líffæragjafi og hef þegar skráð mig og svo ég læt fjölskyldun mín ákveða þessa þætti. Þetta er til dæmis bara ein síðan, bara hvernig þú vilt hafa þetta og svo er það útför að minni ósk, umbúnaður í kistu, útförin mín og aðri þætti sem skipta mig máli, kistu berar, upplýsingar vegna minningar orða, þannig að þú getur sjálf sett niður, því stundum er það þannig eða maður sem prestur er að fá upplýsingar hjá fólki, það er svo misjafnt hvað aðstandendur vita mikið og hafa spurt mikið. Akkurat. Þannig að þetta er og hverjir sko fá þennan bækling í hendur? Sko ég meina hvað er þetta nálgast hann? Það er á að vera hægt að nálgast hann í öllum kirkjum og það verður og hann er auðvitað nýkomin út og við erum bara þessa mundir að dreifunum en það á til dæmis að vera hægt að nálgast hann í kirkjunni hjá þér og Glerárkirkju og hann er komin líka inn á dvalarheimilin hérna á Akureyri og á sjúkrahúsið. Það er kannski ekki hægt að vera að senda þetta heim, það væri svolítið leiðilegt Nei. Getur bara með póstinum bara Já, einmitt, ég er á 67 En sko við grunnhugsunin í þessum bæklingi okkar er rauninni upplýsingagildi upplýsingagildi fyrir mann sjálfan eða aðstandendur og takt eftir að við erum með svona klausur eins og til dæmis mikilvægi kisturlagningar. Já. Sko á hvað blaðsíðu er það? Það er á blaðsíðu 7. Já. Og þannig að við erum vegna þess að almenningur hefur raunni
ekkert kannski verið að kafa mikið í þetta eins og kannski við í okkar stétt gerum. Nei. Já, gildi til dæmis kistulagningar. Já, gildi þess. Og fyrir ekki að ég gríp inn í, og þetta alveg rétt hjá þér, vegna þess að fólk spyr meira svo stundum í dag, þetta nauðsynlegt? Akkurat. Og svo mjög skipta skoðanir meðal presta hvort að það heppilegt að hafa kistulagningu klukkutíma fyrir útför, skilur, og svo bara útförin beint. Og persónulega ég mjög á móti því að því að þetta sorgarferli sem að fólk í og það þarf tíma til þess að bara jafna sig á þessari síðustu kveðjustund sem að alltaf erfið. Það sem nánustu aðstandendur og þetta bara mikilvægt tækifæri til þess að fá að kveðja. Ég get alveg tekið undir það sko, það vissulega rétt, það eina sko að stundum aðstæður þannig að það haft sama dag svo að allir komist. Já, fólk að koma erlendis frá. Fólk að koma erlendis frá og þá það geymt fram á sama dag og sko til þess, og þá það náttúrulega yfirleitt þannig þegar það sko eldra fólk og fólk svona eins og maður segir satt lífdaga að kveðja og það nú sjaldnast ef það ungt fólk. Akkurat. Og svo eitt kafli hérna sem að mér finnst líka sko skipta máli, það hérna erfidrykkjuna. Já. Og nú bara ætla ég bara að vera persónuleg og vitna bara í samtal við hann föður minn sem að lést í mars núna fyrir ári og við ræddum töluvert mikið þetta fyrir hans andlát og hann sagði mér það, hann vildi alls enga erfidrykkju og ekkert tilstand og enga fyrirhöfn. Nei. Og ég skynjaði það strax að hann var að huga að okkur, að það ekkert vesen fyrir okkur. Nei. Og svo ég segi við hann, pabbi minn, ef að, sko nú langar mig að segja þér að þegar þú verður farin, þá verðum við sorgmædd, við verðum leið og ég veit að það mun hjálpa mér ef að við komum saman, ættingjar þínir og vinir, og fáum okkur flatbrauð og kaffi og hrútspunga eða hvað sem þér þótti gott og hlægjum að sögunum þínum og öllu. Já. Þetta verður hjálp fyrir okkur og hjálpar okkur í sorginni. Og þið það á móti skap að við gerum þetta. Og það opnaðist bara fyrir honum ný vídd. Já. Hann hafði alls ekkert hugsað þetta. Það ekki hugsað þetta hefði sjálfgæslu gildi fyrir ykkur, heldur meira að þetta væri bara kostnaður og vesen. Já. Og þannig að við erum að reyna að benda á það í þessar litlu klausu, ásamt því að benda á það að erfidrykkja þarf ekki að kosta handlegg og fótlegg. Sko. Ég er svo fegin og skuli nefna það, því að þá vil ég grípa þann bolta, því auðvitað kemur það prestinu sjálfur sér ekkert við, en maður getur nú verið stjórnsamur og verið afskiptafræðingur, sjálfmenntaður afskiptafræðingur. Afskiptatæknifræðingur. Já, afskiptatæknifræðingur. Og ég svolítið farin að benda fólki, sérstaklega svona þegar ég heyri að fólk að velta fyrir sér jafnvel sko fjöldanum og álítur sem svo að verði mikill fjöldi, að sko einu sinni var það þannig, í gamla daga, þegar að samgöngur voru erfiðari, að þá var kannski fólk að koma langan veg úr sveitum í útfarir og jafnvel að gista sko og koma bara og það var bara svangt og það þurfti bara að gefa fólkinu að borða. Þetta snýrist ekki sko bara það að hittast, heldur bara að fólk var bara raunverulega svangt sko. Og þetta var svona, heyrðu, við þurfum að gefa þeim að borða og fara tilbaka. Það náttúrulega ekki lengur þannig. Það enginn að koma svangur í útför og vegna þess og bíða eftir því að hann fái nú loksins eitthvað að borða. Heldur náttúrulega fólk bara að koma í erfidrykkjuna til þess að horfa framan í aðstandendur og taka utanum. Og ég að segja við fólk sko, heyrðu, þú veist, þó það væri konfekt og kaffi, þó það væri flatbrauð og kleinur. Og bara sko, ég meni, einmitt talandi persónulega reynslu að vera pabbi minn var jarðsunginn. Þú veist, í erfidrykkjunni að hann var búinn að tala um það. Ég veit þetta ekki hvort það var vegna þess að hann var sjálfur svo mikil tertumaður að hann hefði ekki viljað missa af því, en hann sagði, hafið bara flatbrauð, jólaköku og kleinur. Það bara svona smekklegt. Og svo bara stóð fólk og fékk sér. Og staðið fyrir að vera einhvern veginn að fólk í erfidrykkju, þú veist, með rjóman og majónesi út allt sko, það líka pínu skrítið sko, eða þannig, skilur. Og líka þetta verður svo dýrt. Og fólk að setja sig á hausinn yfir þessu sko. Já. Og skapar raunni óheimju kvíða sem að fólki í þessum aðstæðum á ekkert að þurfa að vera að glíma við. Nei.
peningaáhyggjur og nóg það sko. Og frekar kannski eða peningnum þá í tónlist í athöfninni, eitthvað sem að sko í raun og skipti meira máli. Já, eitthvað svona huggunarríkt sko. Já. Þannig að hann þessi bæklingur, hann á sko margþættur og við hugsum hann ekki bara fyrir fólk sem að nálgast það að deyja, heldur bara rauninni fyrir alla til upplýsingar. Það mjög gott til dæmis fyrir unglinga að skoða þetta og ég hef fundið það bara í persónlegum samskiptum að ég hef búin að fá upplýsingar, ég veit núna hvað ótrúlega margir vilja láta brenna sig og sem ég hafði ekki hugmynd alveg svo fólk að skrá sig sem líffæragjafa, alveg saman hvað aldrei það í dag, þó að gerir nú ráð fyrir morgundeginum og gerir ekki ráð fyrir því að verða líffæragjafar strax, að þá getur fólk alveg með fulla heilsu farið í gegnum þetta og velt þessu fyrir sér og þetta eins og ég var að segja upp að þetta þarf ekki að vera, maður þarf ekki að vera stemningshrellir þó maður ræði dauða. Eitt sem ég langar að tala um hérna, mér finnst líka mjög gott að þið eru með hérna umbúnaður í kistu, því það svolítið, sko, maður finnur það að það ennþá svolítið, fólk svona pínu óöryggt með það, hvað viðeigandi varðandi, hvað settir í kistuna og svona, og það hérna að veljum hefðbundi líkklæði, sem bara þessi hvíti kirtill sem að útfararstofunar útvega, eða þessi föt að mínu vali, að því fólk má vera í sínum fötum. Akkurat. Og þá getur valið hérna mín eigin föt að vali nánustu ættingja. Fólk annarkvort að fara í sparifötunum, lopapeysunni, náttfötunum, sængkottu og rúmföt keypt á útfararstofu eða mín eigin sængkottu og rúmföt sem að aukast heilmikið. Já, mér finnst það svo hlýlegt. Það mjög hlýlegt, ég alveg saman þeir. Yndislegt. Og svo annað sem ég vil að fylgi mér í kistuna, giftingarhringurinn minn, kross, hálsmenn, ljósmynd, sálmabók, eða eitthvað annað. Og þetta sér maður að veitir fólki oft líka mikla sálgæslu að setja persónulega muni með. En það annar galdur sem að fylgir þessum bækling. Já. Og það það að auðvelda samræður. Já. Að opna inn á, sko, það bara núna nýlega sem að það kom til minn einstaklingur sem að átti erfiðleikum með að opna þessa umræðu sem að þurfti svo sannarlega að opna. Gagnvart fjölskyldunni sinni. Gagnvart fjölskyldunni. Kom til mín, fékk bæklingin fyrir sig, ung kona. Fór með hann á heimilið sitt, þar sem að var í vændum matarboð og lét bæklingin bara liggja á þannig stað að hann yrði tekið eftir honum. Og það fór þannig að bara það að þetta blað lá þarna, þá voru þeir sem að þurftu á því að halda, veitt honum athygli og fór að skoða hann og tók hann með heim, málið leyst. Já, þá skapaðist og var þá konan... Þá voru þessir einstaklingar sem þessir ættingjar vildu að færa huga að þessu því það var að styttast í endalokin. Já. Og þá af því að það var enginn sem að vissi hvernig átt að byrja að fara inn í það að tala um þetta af því að þetta var að nálgast, þess vegna vildi enginn segja eigum við nú ekki að fara að ræða þetta. Og þess vegna nefnilega gott að vera búin að fylla út svona bækling til þess að þurfi ekki að taka upp þessa umræðu þegar hún bara handa með hornið. Því þá oft svo vikandi, þá vil fólk líka halda í vonina sem eðlilegt og hjálpar. Og einmitt svo þú segir, sko, kannski langar mann einmitt ekki mest að tala um dauðann þegar henni handan við hornið, sko, að því að þá langar mann svo mikið auðvitað til að það varpar, oft það þannig, auðvitað sko dauðin oft kærkomin, sérstaklega fólk bara satt lífdaga, en stundum það þannig að fólk ekki sátt eðlilega og myndi vilja lifa lengur og þá erfitt stundum að einhvern veginn að fara að tala um þetta. Ég hef líka hugsað að það hérna verið að tala um eins og útför, sko, hvernig maður vill hafa útföruna, ég óska eftir útförin mín farið fram í þessari kirkju, ég óska eftir því að séra einhver annist, eða þá ég óska eftir því útförin mín farið fram í Kyrþey og mér langaði svo að tala um það við þig, af því að það svolítið aukast að útfæri fara fram í Kyrþey og það þýðir auðvitað það, sko, og ég alls ekki móti því því að það bara fólk bara verður ekki að vala um það og fólk sumir eru prívat og vilja ekki marga í kring þegar þetta og svo það ofta að hinn látni hefur gefið út ordur að þetta ætti að vera svona. Það sem, sko, vandinn sem fylgir því hins vegar sá að fólk oft svona að vandræðast með það, sko, hverjum það að bjóða í slíka athöfn. Og ég segi stundum við fólk, sko, sko,
þið væri svo sem ekki vandræði með þetta ef þetta væri ekki kýrþegi, því þá bara þetta opinber athöfn og þá það bara ábyrgð annarra, hvort þeir mæta eða ekki. Og þannig að það verður að vera hægt að svona benda á þetta og svo það kannski líka það að fólk að velta fyrir sér að hafa í kýrþegi vegna þess að það svo dýrt að vera með stóra erfidrykkju og þá myndi ég segja við fólk þið geti haft athöfnina opna en þið geti síðan haft erfidrykki sem þið bjóðu bara færri til, skilur bara heima. Það enginn sem segir að þið þurfið að gefa öllum að borða eða bjóða öllum í kaffi sem mæta við útförina. Akkurat. Þess vegna þetta svo frábært, þannig að fólk heldur eðlilega, af því það náttúrulega ekki alltaf að standa í þessu sem betur fer, að þetta sé bara einhver svona box sem hægt að haka, það sé ekkert hægt að skoða neitt. Þú verður bara að fara inn í það. Akkurat. Þetta sé bara alveg svarthvítt. Akkurat. Þannig að það í rauninni svona grunnkonseptið í þessum bæklingi okkar að þetta sé til upplýsingar og bara að við hugsum þetta og að við, eins og þú varst að segja upphafi, að við hættum að vera svona hrædd. Ég meina, hann hleypur ekkert á eftir okkur þó við nefnum dauði. Nei. Veist, hann ekkert að koma bara hleypandi. Við deyjum ekkert endilega þó við tölum dauðan, við deyjum ekki strax þó við tölum dauðan. Nei, ég meina, það má bara, ég meina, við eigum að tala þetta bara alveg eins og það nú komin töluverður vitundavakning það að tala sjálfsvíg. Já. Þetta var einu sinni þannig að ef að fólk, það hélt að það talaði sjálfsvíg, þá væri það smita bara og þá verður að setja hugmyndina út, bara, það verður senda eitthvað út í kosmósið. Já. Og þú veist, þannig að ég meina, akkur eigum við ekki að tala þetta? Ég meina, ef það eitthvað sem örugt, þá það þetta. Þetta kemur einhver tímann. Og ég held líka, ef við tölum þetta, svona eðlilega, að því það líka mjög margt fallegt við dauðan, skilur í kringum dauðan. Og hann ekki, hann eðlilegur hluti af lífinu. Og maður upplifir, og ég segi fyrir mig sem prestur, ég meina, maður alltaf upplifir kannski sjaldan, jafn ekta tilfinningar og jafn áþreifanlegan kærleika og ég meina fólk nennir ekki að vera í yfirborðs samskiptum í kringum dauðan, það eru djúp samskipti. Þannig að ef það einhvers staðar, ég meina einhver myndur halda að ég upplifði mestu ástina í brúðkaupum, það hún vissulega þar, en oft finn ég dýpstu ástina við útfarir og í kringum dauðan og ég meina fyrir mig sem stend þarna fylgist með, ég meina þá upplifi ég rosalega fegurð, skilur í kringum þetta. Og líka oft í svona útfara svona undirbúningi af fólki þar sem fólk að hugsa sjálft út fyrir boxið að gera einhverja hluti sem að því það væri svo í anda hins látna eða af því það væri svo gefandi að gera að það svona hlúa að þessu öllu og undirbúa þetta alveg eins og brúðhjónin sem undirbúa brúðkaupið í heilt ár, skilurðu, og þá fólkið alveg bara að hugsa út í smáatriði sem að verða samt stóratriði og sérstaklega í kringum þetta. Og það einmitt þess vegna, við vitum í rauninni aldrei hvernig kemur að þessu, skilur, það gerist ýmislegt. Og í þessu eins og þegar ungt fólk að falla frá, eins mikil sorg og þetta og eins erfitt og það að þá það, við vitum það báðar, hvers slags gríðarleg huggun það að hafa eitthvað svona sem viðkomandi var búin að gefa eitthvað út og hvað það þægilegt bara, vá, ég að gera bara eins og hann vildi. Já, það skiptir fólk oft rosa máli. Þetta svo mögnuð og sterk tilfinning að bara fullvissan það, þú veist, þetta jafn góð tilfinning og hinn vond, þessi ég veit ekki, ég veit ekki, brenna, jarða, þú veist, þú veist, í öllu hinu uppnáminu, að vera með þessa vissu, þetta bara, það ég held að hljóta geta skipt bara sköpum, Það eitt að því að nú að síða seinni hlutan hjá okkur, svo þú ætlar að segja mig frá, varðandi, lífið. Varðandi lífið og gleðina. Og eldri borgarastarf. Já. Það starfsemi á Löngumýri sem að þú kemur að, segðu mér aðeins frá því. Það sem sagt, hinn hlutin af starfinu mínu að sjá orlofsbúðir fyrir eldri borgara á Löngumýri í Skagafirði. Já. Og þetta verkefni sem að Íslenska þjóðkirkjan hefur rekið í áratugi og bara að mér finnst eitt af fallegri verkefnum þjóðkirkjunar. Já.
Og þetta í rauninni í boði bara fyrir eldri borgara allstaðar af landinu. Og í sumar förum við með 5 hópa, 30 manns í hverjum hóp. Og við dveljum annarkvort í 5 daga eða 5 nætur eða 6 nætur. Og dvalartímabilið frá lok maí fram í miðjan júlí. Okay. Og 6 daga dvölin kostar 65.000 og 5 daga dvölin kostar 60.000. Og þetta með öllu, og þessi upphæð af því að massahópurinn kemur úr Reykjavík, þannig að þessi 65.000, við tölum 6 daga dvölina, það þá rúta fram og tilbaka. Já. Allt uppihald og allur matur og allt, við erum alltaf borðandi á Löngumýri, Já, auðvitað. Ekki koma að við ætlaði verið í megrun, Að matur 5 sinnum á dag og allt prógrami og dagskráin og menningarferð sem við förum í með hópinn. Okay. Og þá förum við út að borða og kaffihús og eitthvað svona sem bara allt innifæli, mamma borgar, sko. Já. Og þannig að þetta alls ekki dýrt og þetta í rauninni, það ofsalega gott aðgengi á Löngumýri. Já. Frábært að vera þar, þannig að það ekkert mál að koma til okkar ef að það eru hækjur eða göngugrindur eða slíkt. Nei. Og einstaka kemur til okkar sem styðstu hjólastól, en svona, við erum ekki hjúkrunarfræðingar, þannig að fólk verður að vera svona nokkurn veginn sjálfbjarga. Sjálfbjarga, já. En þetta alveg óbúðslega skemmtilegt. Ég veit, þetta yndislegur staður og yndislegt að vera þarna. Já. En Þórey Dögg Jónsdóttir, þetta var rosalega upplýsandi og hressandi spjall. Dauðan. Það líka stundum húmor í kringu dauðan, þannig að hann allstaðar, sko. Já. Og ég þakkaði bara fyrir komin og gangi ykkur vel á Löngumýri í sumar. Og við kveðjum hérna í dag, þökkum ykkur samfylgdina og sjáumst glaðbeitt í næstu viku.